Ísland var svo sannarlega breytt land í stríðslok og þar höfðu bandarísku áhrifi mest að segja. Styrjöldin í Evrópu lauk snemma sumars 1945 eftir rúmlega 5 ára átök sem kostuðu gífurlega fórnir. Aðstæður voru reyndar sérstakar hér á landi. Í stað eyðileggingar hafði mikil uppbygging á sér stað og hagur landsins var miklu betri en í upphafi stríðs. Mér fór að gaman því að þetta þjóðfélag sem að herinn kemur inn í hérna, að þetta er bara aldagamalt bænda þjóðfélag. Já, þetta var náttúrulega allt annað við og allt annað bara líf, allt annað möguleika líka. Ég einmitt velti fyrir mér var þetta mörgu leyti svona frelsandi tíma? Algjörlega frelsandi tíma, já. Í klæðaburði, framkomu og vali. Vali á hverju? Já, bara val á lífinu. Já, það var bara svoleiðis. If dreams come true, my dreams of you. Ég heiti Leifur Einarsson og þið eru að hlusta á 5. og síðasta þáttinn í þáttaröðinni Hernámsæskan. Í þessum þætti verður sagt frá því hvernig stríðslokum var fagnað. Þá muni leitast við að varpa ljósi á þær breytingar sem hernámið hafði í för með sér. Æskulíðurinn verður sem fyrr í brennidepli, en möguleikar unga fólksins til að lifa sínu eigin lífi, til að njóta þess sem heimurinn bauð upp á, jókst til muna á þessum árum. En hvernig tóku Íslendingar þá stríðslokunum? Lítum við niður á Austurvelli og grípum niður í ræðu forseta Íslands, Sveins Björnssonar, sem að flutti að svölum þinghússins. Friður, friður, friður í Evrópu. Þetta er það sem gagntekur hug okkar allra nú á þessari stundu og hug milljóna manna allan heim. Kirkjuklukkurnar hljóma í dag löndin sem merki þess fagnaðar tengir mennina saman á þessari ógleymanlegu hátíðarstundu. Manstu eftir sem svokallaða friðardegi? 8. maí. Það var stórkostlegt. Og það var allt vitlaust í bænum. Gleðin var náttúrulega allsráðandi. Þá munu búsettir sendimenn, sigurvegaranna, koma út á svalirnar. Já, því ég man mjög vel eftir honum. Þetta var stór dagur, hann situr alveg í mér. Þetta var svo ótrúlegt, gleðin var svo mikil, hún smitaði til allra. Ég vil leyfa mér að biðja háttvirta áheyrendur að rópa ferfalt Íslands hurra fyrir þjóðum þessara sendimanna og þeim sjálfum. Hurra! 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 Friðardagurinn var svo sannarlega einn minnisstæðasti dagur hernámsáranna. Götur Reykjavíkur voru fullar af fólki. Það var alger spennufall og margir réðu ekki við sig. Yfirvöld höfðu óttast að til óláta kæmi. Slíkt var þekkt við stríðslok úti í heimi. Þegar hér var komið sögu, hafði fækkað mjög í hernum, enda var hætta á innrás Þjóðverja hverfandi á síðustu misserum stríðsins. Það hafi verið gengið eftir því að hermennirnir héldu til í herbúðum sínum og færu ekki niður í bæ. Og allt fór vel fram fyrst í stað þegar hátíðarhöld voru haldin til að fagna stríðslokunum. Ég man hvað ég var fegin á friðardaginn. Það var þungu fargi létta mann. Loksins. Það er ólýsanlegt. Maður getur varla lýst í. Það var allstaðar gleði.
og léttir. Það varð allt vitlaust í bæ, en það er skiljanlegt, þetta var búið að fara það illa með mann, þó maður væri nú ekki sjálfur til líðinu, að léttirinn var svo geysilegur, hann var stjórnlaus alveg. Evrópustríðinu var lokið. Gleðin var allsráðandi og margir slepptu fram á sér beislinu. Og þrátt fyrir agareglur yfirvalda þá var töluvert af hermönnum í bænum, eða nánar tiltekið breskum sjóliðum, en bresk skip voru tíðir gestir í Reykjavíkurhöfn. Og það var vitaskuld erfiðara að hafa stjórn á aðkomumönnum en þeir sem hér dvöldu. Heyrum hvernig þeir Adolf Bjarnason og Jón Sigvaldason upplifðu daginn. Þessi dagur ég bara mann hann allan. Þá fer ég niður í bæ klukkan 10 morgunin og ég fylgi þá breski sjóliðar sem eru hérna í höfninu og þeir eru allir orðnir meira og minna drukknir. Og þeir bara, þeir labba bæinn með látum. Og þarna, maður elti Bretana, þeir fóru í sjoppugöngu í Hafnarstræti, út og inn þar og maður stóð bara fyrir utan. Þeir voru að brjóta rúður þar sem nú er Café Paris. Allt meir og minna brotið. Maður var eiginlega að horfa á hermennina hvernig þeir slepptu fram að sér beislinu. Þeir voru algjörlega stjórnlausir. Og böðu sig í tjörninni og þeir voru misfullir, en alveg, þeir voru dauðadrukknir. Það var fyrsta skipti sem var notað gas, táragas. Ég man bara að ég var upp í Ingólfstöð, ég hafði eldi mig heima. Það súrnaði það sem mikið í augum, táragasið sem skutu niður í miðbæ. Það voru helvítis læti og þetta eru kvellir þegar þessu skotið. Og sá maður var reykjabólstran þess að því var skotið upp í Bankastræti og því var skotið niður í miðbæ og því var skotið niður undir höfn. Svo kvöldið þá leist mér ekkert á blikuna. Þá var komin læti og slagsmál og Friðardagurinn var svo sannarlega sögulegur í Reykjavík. Bresku sjóliðarnir gengu ölvaðir við bakslagangi bæinn og þá kom upp einhver kergja meðal íslenskra ungmenna. Kannski fannst sumum að gera þyrfti upp sakir. Ástandið svonefnda blandaðist við aðrar flóknar tilfinningar þessara ára þegar mörgum sveið á húsbóndavaldi var í erlendum höndum. Það minnast margir uppákomunar á Arnarhóli í því sambandi. Þeir labba bæinn með látum, fara meðal annars upp á styttu á Arnarhóli sem af Leifi Eiríkssyni, setja breska fánan upp þar. Já, Ingólf, já. Og þeir standa þarna 3 eða 4 Bretar og gera þetta. Það var að hengja breska fánun upp á spjótþvoti hjá Ingólfi Arnórssyni, það bara kom ekki til greina. Og þá fyrst byrjuðu slagsmála, Því þá voru bara Íslendingarnir ekkert betri heldur en Bretarnir eða Kanadnir. Og svo hæstust íslensku töffararnir sem þá voru, ég man eftir því svolítið, að allt í einu urðu íslensku strákanir, gæjarnir sem voru
þessi sem maður leit nú upp til, sko. Alveg brjálaður, sko, hjóluð í Bretana. Það verður helvítið slætið svoleið, sko. En hver ætli viðhorf landsmanna til hernámsins hafi verið? Hverfum aftur til hátíðarhaldana á Austurvelli. Danmörk frjáls, Holland frjáls, þessar fréttir bárust sem eldur í sínu fyrir rúmum 3 dögum. Endurheimt frelsisdana sem við höfðum lifað svo lengi í sambýli við, hreyf okkur næstum því eins og runnið hefði upp okkar eigin frelsisstund. Menn tókust í hendur, hljóðir eða með fagnaðarorð á vörum. En brátt leitaði hugurinn ósjálfrátt til hinnar frændþjóðarinnar, Norðmanna. Við lögðum með óþolinmæði fyrir sjálf okkur spurninguna: hvenær? Bíðin var ekki löng sem betur fór. Aftur það eins og við lifum nú okkar eigin frelsisstund. Og fögnuður okkar verður enn meiri við hugsunna að þessar frændþjóðir okkar hafa vaxið við raunirnar og þrautirnar sem þær hafa orðið að þola. Á sama hátt samfögnum við öllum hinum vinaþjóðunum sem hafa barist hetjubaráttu og þolað hvers konar raunir með þreki og festu. Við minnumst þess jafnframt í dag með þakkarhug, með hvílíkum drengskap og prýði hervernda þjóðir Íslands hafa unnið það vandasama starf. Fólk virðist almennt hafa tekið hernámið í sátt. Andstaðan var væntanlega mest í upphafi þegar þjóðin var svipt völdum og allt var í óvissu með framhaldið. En mild framkoma hersins og hin mikla velmegun sem honum fylgdi gerði fólki ákvæðara og stöðu tíðindi að hernaðarhyggju og miskunnarleysi Þjóðverja sannfærðu flestaði málstað bandamanna. Þeirra barátta var okkar barátta. Heyrum nokkur sjónarmið hernámsæskunnar. Bara verðum við sáttir við þetta hernám? Já, ég held að við höfum bara sáttir við það. Og við fæstum það að það var svo margt sem breyttist og var betra. Sko, mér fór að gáða því að þetta þjóðfélag sem að herinn kemur inn í hérna, að þetta er bara aldagamalt bænda þjóðfélag. Ég horfi á þetta og finn að þetta er að breytast úr miðalda bændasamfélagi yfir í nútíma samfélagi. Ég veit ekki hvort að við vorum neitt að hugsa það. Við vorum bara, það opnaðist allt. Þetta var bara svo sjálfsagt. Við gleymdum því að nokkrum árum áður vorum við bara, sátum á okkar þúfu heima. Það náttúrulega breytti svo miklu að fólk fór að hafa peninga til að geta keypt alla hluti og það breyttist voðalega mikið aðbúnaður var að fara að gera myndarlegri hús og meiri íburðir í alla hluti heldur var. Það og svo náttúrulega tæknin sem kom að þessu. Ég bara gleymi því ekki fyrstu jarðýturnar og gröfurnar. Það er bara allir undrandi í þessu kraftaverki staðan vera með skófluna alltaf. Það er eins og nútíminn hafi komið bara allt í alveg, það bara opnast nýr heimur. Íslendingum var beinlínis kippt inn í nútíman með ógnar hraða. Það höfðu vissulega orðið mikla framfarir af fyrstu áratugum aldarinnar, en þær voru mjög hægfara með þann yfirsnúning sem varð á flestum sviðum á hernámsárunum. En þær höfðu einnig sínar neikvæðu hliðar. Gefum Sigurjóni Björnsinni frá Sauðárkróki orðið. Þá var ekki lengur atvinnuleysi, sko.
og allir höfðu nóg að gera og allir unnu miklu meira heldur en þeim var hollt. Og þá lagðist mikið niður þessi menningarstarfsemi sem hafi verið. Það var ekki hægt að fá fólk til að taka þátt í leikstörfum með leiklist og það er erfitt að fá menn til að vera í kórum og syngja og þeir hefðu ekki tíma til þess og svo framvegis. Og það var og í raun og veru hefur ekki bara á Króknum heldur miklu víðar annars staðar hefur þjóðfélagið ekki náð sér eftir að öll þessi atvinna kom því að hún hefur gleypt allt, græðgin svo óskapleg að eignast og eignast og eignast og eignast eins mikið og meira heldur en nágranninn og ég veit ekki hvað alveg endalaust. Þjóðin var hreinlega í vímu á hernámsárunum og margir kunnu sér ekki hóf, en það var fleira sem breyttist. Með mig mér finnst ég náttúrulega bara þakkláttur að hafa kynnst þessu þetta já, ég verð að segja að ég álít að ég sé eitthvað víðsýnni eftir þessi kynni. Fólk var ekki eins lokað, það opnaði fólk, það þorði að tala hlutina. Fólk var frjálsara í hugsun hvað það snertir, Já, þetta var náttúrulega allt annað við og allt annað bara líf, allt annað möguleika líka. Ég var mjög ungur þegar ég fann það að þetta voru tímar sem voru að breytast. Þegar þessu stríði lyki þá verði þetta allt annað land heldur en það hefði verið fyrir stríð. Allt öðruvísi, það var allt öðruvísi framkoma hjá fólki á landinu í lok stríðsins eða í byrjun. Bandaríkjamennirnir þeir lyftu fólki upp í framkomu, í tali, öllu mögulegu. Þá er það náttúrulega með að segja að það kannski verið of mikið af sumu. En þetta þótti mér góður viðsnúningur svona á sínum tíma. Heimurinn hafði stækkað. Íslendingar höfðu raun búið við fjölmenningu á umliðnum árum. Þeir höfðu komast í tæri við nýjustu tækni og helstu tískufyrirbrigði dægurheimsins og þeir höfðu kynnst borgarlegri kurteisi. Þá fylltu sumir miklum Ameríku áhuga og voru staðráðnir í að fara vestur haf til að kynnast nýja heiminum. Einn þeirra var Sigurjón Vilhjálmsson frá Höfnum á Reykjanesi. Hann komst inn í enskuna og menningu Bandaríkjamanna með kynnum sína með hermönnum sem hér dvöldu. Hann hafði heldur betur forskot á þá sem höfðu sniðgengi herinn, hvort sem það var sjálfvalið eða að kvöð. Bara þegar ég kom til Bandaríkjanna, strákarnir sem voru með mér, þeir voru á Akureyri, nýkomnir og nýbakaðir úr menntaskólanum. Þeir kunnu bara ekkert að tala, þeir gátu ekki að tala, þeir gátu ekki tjáð sig einu sinni. En ég gat þetta allt saman hreint og ég þekkti orðatiltækin og svona hvað átti að nota hverju sinni. Sigurjón lærði flugvirkjun í Kaliforníu upp úr stríðslokum og kom lærdómur hernámsárna á góðum notum. En skoðum aðeins nánar hvaða áhrif herinn hafði á æskuna. Lítum fyrst á yngsta aldurshópinn. Magnús Erlendsson hafði tekið fagnandi á móti Bretum þegar þeir hernámu landið á 9 ára afmælisdegi hans. Heyrum að segja frá því hvernig vera hersins setti mark sitt á leiki drengja. Þegar maður var frá 7, 8, 9 ára og þá las maður Íslendingasöguna mikið og við vorum mikið að smíða okkur sverð. Við vorum mikið að skilmast, ég mati því. Það var afskaplega mikið að skilmast. Menn voru þá að leika Gunnar og Hlíðarændi eða Njál og Bergþórsskóli eða alla þessar kapp okkar til forna. Þannig að það breyttist. Herinn breytti þessu öllum. Eftir það var alltaf með skambissur og
sem maður bjóti sjálfur sko. Ég skal segja, við vorum alla daga í stríðsleikjum. Stríðsleikir voru sko að vera með byssur og upp með hendur. Ég hef nú aldrei það. Og svo þegar Bandaríkjamenn komu, þá komu byrjuðu að koma þessar bandarísku cowboymyndir sem við kölluðum. Þetta var alveg óskaplega eftirsótt að fara í gamla bíó, ég man eftir því og okkur þótti mikið þegar við náðum 11 ára gamlir að fara inn á bíómyndir bara innan 12 ára. En það voru Roy Rogers og það maður var í bóahassa sem við köllum það alla daga, upp á húsþökum eða upp á bílskúrnum og þannig að dagurinn fór í að vera í hermannaleik. Herinn hafði greinileg áhrif á leiki drengja, en hvað með úlingana sem voru vaxnir upp úr því að leika sér? Alþýðustrákar höfðu fram að stríði haft fá tækifæri. Þeim var á mörguleiti ætlað að ganga í heim hinna fullorðnu við fermingu. Framundan var brauðstrit. Helsti vandinn var iðulega að fá vinnu til að geta borga til heimilisins og síðan að reyna að stofna eigið heimili. En með hernáminu komu ný tækifæri. Guðmundur Einarsson kann að segja frá því hvernig tímarnir breyttust, en hann var á 16. ári þegar landið var hernumið. Af því að ameríska myndir voru að gjörð breyting á ýmsu sem við sáum. Músíkinni, jazzinum og klæðinaðinum og þessar stóru hljómsveitir sem maður hafði ekki séð. Tommy Dorsey og þeir allir. Og svo Frank Sinatra. I fall in love too easily. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy. She begged me. Og svo fór maður, þó maður skildi ekkert í bíómyndunum, þá var þetta svo mikið músík. Og ég alveg klárið því að ég hef alltaf haft aldrei áhuga á músík, en ég hef alveg fjall alveg fyrir jazzinum. Og þessum flottu sólóum eins og trompetum og svoleiðis. Bíósýningar stór jukust á stríðsárunum og flestar myndir komu frá Bandaríkjunum. Þær buðu ungu fólki upp á ævintýraheim sem margir vildu tileinka sér. Og þessi ævintýraheimur var uppfullur á tónlist sem náði eyrum æskunnar. Jazzinn og bandarísku dægurlögin sköpuðu nýjan og lifandi hljóðheim. Og tónlistin barst víðsvegar að. Meðal annars í útsendingartíma hersins en bæði Bretar og Bandaríkjamenn fengu útvarp á tíðni Ríkisútvarpsins, þar sem dagskrá þess var mjög stutt á þessum árum. Fellas, this is Woody Herman, and now that the shooting's all over, the guys and myself would like to shoot a V-disc or two your way. And here we go with a little ditty called Don't Worry About That Mule. I hope you like it. About the mule going blind, you just hold to that line. Don't worry about the cow being poor, drink all the milk and ask for more. Já, við hlustum. Ameríska útvarpið var alltaf, það gat allir náð því. Við vorum bara með strákarnir heima, já. Það var 2 útvarp, við höfðum annað inn í herbergin okkar. Og það var bara ameríska útvarpið. Og hvað barst þaðan? Hvað hlustuðu þið á? Allt mögulega sem það voru þessi sömu lög og voru í kvikmyndum og svo voru alltaf að koma nýjir tónlistamenn. Baby, just hold to that line, don't worry about that mule, 'cause you know he ain't no... En svo þegar ég var búinn að læra dálítið á því, þá keypti ég mig grammófón, plötuspilara og í gegnum útvarp. Og þá fór ég að kaupa svona plötur, jazzplötur. Já.
og hún var blues. Á þessum tíma var semsagt hægt að kaupa plötuspilara sem voru tengdir við útvarpstæki og því þurfti ekki sérstaka hátalara. En heyrum betur hvaða plötur það voru sem Guðmundur keypti. Ég keypti Görsvín. Já, ég keypti Görsvínplötur. Og svo keypti ég plötur með Tommy Dorsey. Það var hljómsveitir, stórar. Og svona alls konar svona ameríska plötur. Það var Fálkinn, það var verslun sem verslaði eingöngu með plötur á Laugaveginum. Maður fór þangað bara inn og keypti plötur. Það var country, já, og blues. Það var kona hérna sem var alveg fræg blueskona. Ég man ómögulega hvað, ég var alveg svona bunga plötum með henni heima. I'm traveling light. Já, Billie Holiday, það var hún. Because my man has gone. Og þá fannst mér þetta bluesinn alveg rosalega góður, sko. Og svo náttúrulega allar þessar söngkonur, sko, sem voru náttúrulega allar manna indi, sko. Og margir söngkonar, sko. And took my heart away. Guðmundur hafði bæði verið í Bretavinnu og Kanavinnu. Hann gat leyft sér að fara í iðnskóla og hafði auk þess fjárráð til að njóta lífsins með ýmsum hætti. Og alþýðustrákurinn gat leyft sér að vera smart. Ég hafði svo mikla auka vinnu þegar ég var að byrja að læra. Og svo átti ég peninga eftir verkamannavinnuna. Svo ég manni til ég keypti mig föt þegar ég var 17. Sauma á mig föt. Og skyrtur og svoleiðis, sko. Ég átti svoleiðis. Og svarta skó. Og ég fór að lét sauma á mig föt strax og ég gat. Og það voru svona köflót. Ég hafði gaman af efni sem var svona gráköflót. Það var kallað Windsor snið eða efni. Og hérna svo spariföt. Spariföt sem maður fór í alltaf og ef maður fór út eitthvað, þá fór maður alltaf í spariföt. Og það var þá sem við byrjuðum að vera í hvítum skyrtum. Við byrjuðum að vera í hvítum skyrtum alltaf helgar. Alltaf hvítum skyrtum. Báruðu höfuðföt? Já, maður átti alltaf hatt. Ég á enga mynda mér með hatt. Þeir voru alltaf með hatta. Og maður átti frakka. Og ég átti 2 frakka, rekfrakka. Og svo svona dökkan frakka sem maður fór í utan yfir fötin á sunnudögum fór í bæinn. Ég fór að hugsa miklu meira föt og snýstingu. Fara að láta klippa sig og vera ekki skeggjaður svona. Man sá aldrei nokkurn mann hérna í sparifötum nema með axlabönd. En menn fóru að nota belti og menn vildu ekkert vera að hafa vesti með fötunum, bara jakka og svo voru bara með belti. En Ameríkanarnir voru öðruvísi, þeir voru bara í hvítum ljósum buxum og alls konar jökkum. Og stundum voru þau bara búin að bretta upp ermarnar og gengu svoleiðis bara Þetta hafði áhrif á okkur. Það hafði áhrif á fötin okkar. Við vorum 2 strákar. Við fórum að
að skoða blöð og pæla í fötunum þeirra og þá fannst okkur jakkarnir þeirra vera allt öðruvísi heldur í jakkarnir sem voru klæðskera sömari. Það var svona allt sem var laust og svona frjálst og svona vítt. Og við viljum sauma svona jakka sem voru svona svolítið víðir. What about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilse, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. Það var náttúrulega eitt sem kom hérna og það var hérna Casablanca með honum, með Ingeri Bergman og honum Bogart. Frakkinn sem hann var í, hann var frægur og eiginlega allir strákar, þeir eiginlega voru að útvega sér svona frakka. Þannig var sko maðurinn sem Humphrey Bogart ákveðin fyrirmynd? Algjör. Bogart var einn af þessum og Cary Grant og Sinatra. Þetta voru svakalega, við sáum allar myndir með þessum mannum. Stundum fórum við bíó 5 og 9. Alltaf í ameríska myndir. Já, við vorum 2 strákar hérna, sitt hvorum megin á svona heimilum og við bara lágum í þessu. Það komu verslanir sem að flutti inn ameríska vörur og menn fór að kaupa þetta. Og þetta breyti úr sér. Já, þeir sagði, þið eru nú með ameríkana dellu, sagði það stundum við. Af því við keyptum hatta sem hét Battersby sem kom frá Ameríku. Þeir voru öðruvísi heldur en enskir hattar. Geysir flutti fyrst mjög amerísk efni, bindi, skyrtur og allt mögulegt. Og líka föt, stakkarbuxur og svona. Og við keyptum þetta. Velmegun og fjölmenning hernámsáranna hafði skapað forsendur fyrir unglingamenningu. Það voru ekki lengur aðeins fáeinir betri borgarar sem gátu leyfst að dressa sig upp. Alþýðuæskan var farin að berast á. Hún tók að skera sig úr í klæðaburði og henni var heldur ekki sama hvernig hún lyktaði. Og einu sinni var ég sendur inn í Bragga til að mála. En ég var að mála hjá einum og hann var að raka sig og hérna, svo fer hann að bera á sig svona og það gýs upp hann rosalega fín lykt og hann verður eitthvað varm við þetta, að ég var eitthvað að fylgja snjörur. Svo hann segir, vilju leggja, já eitthvað svona, og ég segi yes, svo hann hellir hérna í lófan á mig og gefur mig svona, og ég bara, þetta hérna mennen. Og svo sagði hann, I shall give you one. Og hann bara næst þegar ég þá kemur hann bara með lítið glas og gefur mér það eftir sjöf. Það var nýr ilmur í lofti. Þar hafðu reykingar einnig sitt að segja og það skipti máli hvernig maður bar sig að. Þegar að Lökkustræk kom og Kamel, þá voru bara strákarnir að fara að reykja alveg vilt. Einn sagði við mig, þú ert að reykja svona. Sjáðu, þú ert að halda á sígarettinu svona og svo ert að kveikja svona, sko. Manstu hvernig það var? Það var ekki sama hvernig kveikt var í sígarettinni. Og svo ert að halda henni svona. Þetta var stællinn, sko. Þetta var ákveðin stæll, já. Já, þeir voru búin að læra þetta, sáu þetta á bíó. Og svo fór konurnar að reykja líka. Konur reyktu aldrei úti fyrir þetta að herinn kom
og þetta breyttist, þá fór það bara reykja út á götu og kaffihús alls staðar. What a night, what a moon, what a boy. What a moon, what a night, what a boy. Frelsi tók á sig ýmsar myndir og það náði til beggja kynja og það komu fram nýjar týpur innan æskulýðsins og nafngiftirnar komu gjarnan úr ensku. Það var á þessum árum sem farið var að tala álitlegar stúlkur sem skvísur og meðal strákana eru til töffarar og stalgæjar. Og þeir voru kannski frakkari í það að vera í litum. Þetta töff byggðist aldrei á því að vera svolítið í litum og láta vera mikið hár og svona kaldir gæjar. Já, þetta var líka spurning ákveðna framkomur það. Já, ég meina það. Já, það voru menn svona, þeir voru, sumir sagði voru mótnir, en þetta var svona, þetta var svona stæl gæjar, þeir voru svona sumir, sko. Sjálfsöryggið alveg geislaði á þeim. Geislaði á þeim, já. Og heldur það að verið svona eitthvað slangur sem hefur komið upp í kringum þetta? Ég held það, já. Þeir kunnuð þetta alltaf af ensku frösum eða amerísku. Og þeir sagði, ég var alltaf að spekulera þegar ég sagði, you are my body. Og svo þá var þetta bara, þetta þú ert vinur minn. You are my buddy. Töffararnir voru svalir í framkomu og þeir slógu sig með alls konar frösum. Svo voru þeir með svona alls konar svar eins og væskæ. Það var eitthvað svona fyrir, eitthvað slagorð hjá þeim eitthvað sérstaka. Og allra flottast þótti að komast yfir bíl, eitthvað sem alþýðustrákar höfðu ekki látið sér dreyma áður. Já, þeir keyptu sér ameríska bíla. Það er eitt bifreiðaverki sem var vinur minn, hann keypti sér amerískan bíl. Hann heit Valdimar, þessi strákur. Og hann, allt í einu þá hann búinn að kaupa sér Chevrolet. Var helviti flottan Chevrolet. Það var einmitt á þessum árum sem rúndurinn fór að breytast. Í stað þess að ganga tóku þeir svölustu til við að keyra rúndinn. Breyttir samfélagshættir komu hvarvetna fram og henni fullorðnu áttu oft erfitt með að skilja æskuna. Kynslóðabili víkkaði til muna. Unga fólki fór eigin leiðir í ríkara mæli en áður hafði þekkst. Þetta áhrifin sem ég var af Ameríkanar og kom náttúrulega beint upp frá hernum. Ég einmitt veltið fyrir mér var þetta mörgu leyti svona frelsandi tíma? Algjörlega frelsandi tíma, já. Í klæðaburði, framkomu og vali. Vali á hverju? Já, bara val á lífinu. Já, það var bara svoleiðis. Úlingurinn var að vera til, ef svo má segja. Unga fólkið hafði meiri peninga á milli handana og gat leyft sér fleiri hluti. Dægurmenning æskulýðsins tók að skjóta rótum. Æskufólk hafði aldrei haft jafn góð tækifæri til að móta sér eigin lífstíl. Lífstíl sem var undir sterkum áhrifum af bandarískri neyslumenningu. Og svigrúm úlingstúlkna jókst einnig. Þar höfðu kannski ekki sömu tekjumöguleika og strákarnir, en hagur þeirra vænkaðist þó. Hrafnhildur Einarsdóttir segir nú frá, en hún var á 15. ári í upphafi hernáms. Já, ég man það, ég var alveg, ég var nú óskaplega hrifin öllu frá Bandaríkjunum og það komu blöð og svoleiðis sem voru gefin út að maður gleypti það í sig alveg, tískublöð og svoleiðis og eltist við það eins og maður gat. Já, það var ekki verið bara mest tískan sem maður var að spá í þá og leikarar og svoleiðis. Það var nú mikið, maður spáði voða mikið það var ekkert nema bíó, maður sá allar myndir sem komu og maður þekkti alla leikara og allt svoleiðis, ég held að það hefði verið bara það sem maður spáði nú mest í kannski og svo líka það sem var flutt inn frá Bandaríkjunum, það var allt svona miklu flottari heldur en allt annað,
Þarna ég til dæmis í kjól sem ég fekk frá Bandaríkjunum og vel fallega hvítan síðan kjól. Ég átti voðalega fallega svona karrigula sumarkápu og ég átti líka stráhatt sem var í stíl við alveg. Ég man að draktin og kápan það var í brúnu bara svona fallegu brúnu lit. Það voru bara snyrtivörur bara víða í bænum sko. Ég var að reyna að muna hvað þær hétu. Og þá var þetta reflóma voða mikið, það voru naglalakk og varalitur. Ég voru með make-up á kvæðina og augabrýrnar og kynnalit og allt þetta, maður notaði þetta allt saman. Já, ég held að við hefum verið bara svolítið elegant svona, bara upp til hópa bara. Maður fór upp á puntar í bæ, maður fór aldrei í bæinn hans að vera með hatt á þeirra í fínni kápu og upp á strílar og fínni og eins í bíó. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. Og svo voru það reykingarnar, en eins og við heyrðum áðan, þá urðu reykingar kvenna meira áberandi á þessum árum. Hrafnhildur kannast við það. Hún reykti reyndar ekki að staðaldri, heldur við ákveðin tækifæri. Það varð samkvæmisiður. Og eins og við í saumaklúbnum stelpunnar, áður við giftum okkur, að þá hittust við á kveldin sko, og svo fengum við kaffi og meði og svoleiðis, og svo fengum maður kaffi og síkó. Eina síkó sko, ég meina enginn okkar reykti, en það bara þóttu bara sjálfsagt að fá sér eina síkó með kaffi. Þá var þetta svona eiginlega samkvæmis. Akkurat sko, eins og maður fór á ball og svoleiðis, þá fekk maður þessu síkart að maður reykti ekki. Hvort sem það voru stelpur eða strákar, þá var meginmálið að vera smart og kannski dálítið töff. Hafsteinn Þórensson var einn af þeim sem naut þess að vera unglingur á þessum tíma. Hann var heldur ekki vafa hvaðan áhrifin komu. Ég var svona svolítið pjattaður, eins og maður segir. Fannst gaman að vera svona svolítið, sennilega kannalegur, býst við því. Ég var alltaf var mikið í stípustum skóm, fannst það ógulega gaman. Og eins fannst mér gott að vera í pressum buxum. Ég hugsaði bara sjálf mig, mér fannst þeir bara þessir amerísku skór alltaf alveg sérstakir sko. Mér þótti gaman að busta þetta og fór að herma eftir litnur og það var mikið notað ósblút brúna, kannski notaði það mikið og þá fór maður að herma eftir því og það var svona stænlitur mörg ár, ósblút. Það var reyndar var nú byrjaði nú snemma að drekka. Það var nú eitt sem byrjaði snemma. Og það var á meðan ég jáfnvel eins og fleiri. Hvort það byrjaði þannig hempið, hvort það var bara það fyrsta og svo var farið að stunda danshúsin Iðnó og svo gamlistæði og vera svona út á lífinu að fíflast. Þannig voru unglingsárin hjá mörgum. Æskan byrjaði of snemma að reykja og drekka og tíminn og peningarnir fóru í hið ljúfa líf. Alvara lífsins hófst kannski ekki fyrir en unglingsárin voru á enda. Það var ekki til mér fyrir ég var núna upp til 20 sko og fór að eignaðist bara mann. Þá bara gjörbreyttist lífið og bara snúningur sko. Og allt í einu bara líkur öllu, biljartinn, allt þetta. Gæjarnir, félagarnir, alltaf búið, bara búið. Ef maður minnist á þessi ár sko, þá voru þau góð. Það var gaman að vera unglingur.
Það var gaman að vera unglingur. Það var í raun fyrst á þessum árum sem alþýðuæskan gaf leyft sér slíkan munað. Brauðstritið var ekki eins alltumlykjandi og áður. Íslenskt samfélag hafði tekið djúpstæðum breytingum á hernámsárunum. Þær breytingar kom ekki hvað síst fram hjá æskunni. Framundan voru miklir umbrotatímar sem síðar birtust meðal annars í rokki og róttækni. Það er önnur saga sem byggist á aukinni velmegun og auknum jöfnuði. Æ fleiri gengu menntaveginn og æskufólk varð áberandi þjóðfélagshópur. Samfélagið hafði tekið margvíslegum breytingum. Sjóndeildarhringurinn hafði stækkað og tekið á sig nýjan svip. Fólk átti frekar kost á því að líta til himins og sjá draumana rætast. Við erum á vegamótum frá 10. maí 1940. Þá breytist íslenskt þjóðlíf smátt og smátt frá því að verða einangrun eyja nyrst í Norðurhöfum í að verða alþjóðlegt þjóðfélag. Ekki vafa á því að sjóndeildarhringurinn, já bara Íslendingum almennt, hann breyttist mjög mikið á þessum árum. Við urðum bara miklu víðsýnni að öllu leyti. Við komumst eiginlega inn í menningu annarra þjóðar, getur maður sagt, á þennan hátt. Við höfum ekki beðið það, en þetta bara kom okkur á okkar beiðni. Man fann það mjög vel hvað breytingi var mikil þarna á þessum árum. Það var ótrúlega mikil breyting og landið opnast á svo margvíslegan hátt. Þetta eru bara góðsinn tímar árin og eftir, getur maður sagt. Og landið allt bara opnaðist bara eins og rósa voru, springur út.